Í síðasta þætti var símum strákana stolið þegar þeir voru að taka upp í bakgarðinum. En hvað gerist í dag? Tjöfellir svekkjandi að þessu búið að stela símanum, maður. Þið nú samt ekkert að vera að svekkja sig á þessu eitthvað of mikið, sko. Við erum hvort það aldrei að fara að finna þessa síma. Nei, nákvæmlega, maður. Ef ekki bara fara að horfa á sjónvarpið það? Jú, ekki. Forsetinn okkar fer fram á að allir karlmenn 13 ára og eldri gangi í íslenska herinn og fari í stríð við Norður-Kóreu. Femínistafélag Íslands með Hildi Liljendal í fararbroddi gagnrýnir þetta harðlega og segir Hvað þetta er leiðilegt. Það er ekkert að frétta hjá þessum gæja. Þetta er helst í fréttum. Í gær var einum hættulegasta símaræningja landsins sleppt út af Litla-Hrauni. Ræninginn hefur stolið yfir 500.000 GSM-símum yfir ævina, alveg frá því að fyrstu símarnir komu út og notar þetta til þess að kaupa sér kristalmeth, spýtt og hass. Maðurinn heitir Dotti GSM og við byrjum... Kristalmeth, spýtt og hass? Við verðum að finna þennan Dotta GSM. Áma komin inn á bland. Það var best að fara að smíða eina auglýsingu. Flokkur, já. Rattæki. Stolnir símar til sölu fundust í Ísuhlíð 13. Skoða skipti á eiturlyfjum. Nú mega þessi símar fara að seljast. Já, nú finnum við síman okkar. Já, djöfull þægilegt að þessi Dotti GSM var með heimilisfangið sitt á já.is. Já, tæknin í dag, maður. Segðu. Herri, þarna er húsið hans. Let's bring our phones back. Mun Dotta takast að selja símana? Munu drengirnir kannski láta undan hópdistingi og nota fíkniefni með Dotta?